Í dag ætlum við að fara yfir dæmi í tengslum við DOM-ið og eventa og modula og skoða síðan verkefni 8 og hópverkefni 2. En fyrsta sem ég ætla að gera er bara að fara aðeins yfir svona hvað þetta DOM er. En þarna erum við farin að geta tekið HTML-ið sem við erum að vinna með og gert forritanlega breytingar á því. Þannig að við getum breytt struktúrnum á vefnum okkar bara í gegnum JavaScript. Og þannig fyrir við að fá fram þá einhverja svona dýnamík sem er það að ég ýti á einhver takka og eitthvað breytist. Og í grunninn er DOM-ið ekki eitthvað svona sérstakt fyrir JavaScript. Þetta er þetta bara tækni, þetta er staðall sem er staðlaður af W3C sem segir bara til það hvernig við eigum við svona struktúru skjöl sem nota eitthvað eins og XML eða HTML. Og það skilgreinir í raun þessa eventa og þessar nóður. Og nóðurnar eru í raun það sem er þetta Document Object Model, það er að segja tréð sem við erum að vinna með. Og það er svona node tree sem er bara vel skilgreind og hefur svona ákveðnar típur á hverju nóðu fyrir sig. Og í þessu fyrsta dæmi hérna þá erum við bara að skoða þetta tré. Þannig að við erum með eitthvað fall hérna sem gengur eftir trénu og athugar bara fyrir hverja nóðu sem það finnur. Ert þú elementnóða? Það er að segja, ertu svona element sem inniheldur eitthvað? Eða ertu textanóða og þá gerum við eitthvað annað. Þannig að ef við finnum elementnóður þá löpum við bara þá nóðu sem þýðir þá í raun og við byrjum bara rótinni og svo fyrir öll börn þeirra nóðu þá heimsækjum við ef þetta er textanóða, prentum við hann út, ef þetta er ekki textanóða þá löpum við þá nóðu. Og þannig förum við gegnum þetta tré og prentum þannig út í raun bara allar textanóður í skjalinu. Og síðan vísum við bara á einhverja nóðu sem við viljum byrja að labba út frá og þá fáum við upplýsingar hvað er af textanóðum á síðunni. Þannig að ef ég hreinsa hérna og reloada þetta að þá fæ ég hérna fyrst bara eitthvað textanóða, svo fæ ég aðra textanóðu sem er my homepage og þá er þessi fyrsta textanóða er þetta hérna bil sem er fremst. Síðan fáum við þetta H1 og þannig hérna texta og svo sjáum við að það er engin texti hérna fyrir aftan en við fáum hins vegar þannig hérna texta sem kemur þá hérna og fáum síðan næsta texta og svo framvegis þangað til að lokum að við fáum bara textanóðan í elementinu sem er þetta skriftelement hérna. Þannig að þá fáum við bara alveg hingað, svo fáum við bil hérna í lokin. Nei, ekki einu sinni bil hérna í lokin og þá erum við búin að prenta þetta allt út. En við getum líka að prenta eitthvað meira út, til dæmis ef við finnum einhverja elementnóðu að þá getum við gert console log og við getum prenta út einhverjar upplýsingar hana sem við myndum bara fá node type þarna. Þá getum við séð hvað meira er þarna, node type, child nodes og þá er hérna, ok, það er eitthvað, hvað viljum við birta? Þannig að við getum líka bara prentað út nóðuna sjálfa og reloada hér og þá fáum við elementnóða og þá fáum við hérna A-href og þá getum við séð að það er þessi hérna nóða hérna og ef ég er með hana valda og fer síðan aftur í þetta og ég gerir hérna $0 þá er það svona galdra breyta sem verður til að því að ég er í div tools það sem er í raun bara sú sem ég valdi hérna er alltaf $0. Þannig að ég geti sagt hérna punktur og þá get ég séð allar þessar aðgerðir sem eru á þessari nóðu. Þá get ég sagt node name og þá séum við að það er A. Ok, node name, það var eitthvað sem var gott að setja bara hérna, node
name og node name. Tökum þetta út, komum hérna og reloadum þessu, þá sjáum við fáum element nóða body og svo texta nóða h1 p.a script. En þannig erum við bara að labba í gegnum þetta tré og birta hvað í gangi. En síðan getum við líka fengið þessi börn nóða bara út frá einhverjum ákveðnum nóðum. Þannig að ég get fengið bara öll child nodes hérna og prenta þau út. Þá fáum við það út hérna sem fylki, sem einhver node list. Og inn í honum í raun allar þessar nóður líka. Þannig að ég get farið hérna á skoðana. H1 nóðan, texta nóðan, sem sést ekki en hérna fyrir ofan. P-ið, næsta P og svo skrift sem ekkert birt en samt sem áður hérna. Þannig að þarna erum við að vinna með HTML-ið. Við getum athuga hvað í HTML-inu okkar og svo í framhaldinu breytt í. En annað sem við höfum hérna í raun þetta fylki sem hér í nodelist, en fylki og objektar eitthvað sem við notum mikið í JavaScript sem gagnastruktúrar sem eru ekki þessi einföldu gildi eins og strengur eða tala. Og þá erum við með dæmum það hérna í því að við erum með þetta node sem þá object og inniheldur þá inniheldur attributes sem eru þá heiti á þessum propertyum sem inniheldur síðan gildi fyrir nóðuna. Þannig að þegar við erum að vinna með objekta þá við getum gert þessu hér, það verið að destructura gögnin en við getum líka tekið þetta út og skrifa í staðinn const child nodes jafnt og node.child nodes og þá erum við að sækja þetta úr þessu. Þá kemur hérna að ég með þetta ESLint reglu sem segir prefer destructuring og þá í raun destructuring að spara okkur það að skrifa tvisvar þetta child nodes og þá sérstaklega ef ég væri með þetta const node type jafnt og node.node type slökkum á þessu aðeins svona ok að ef við erum með þetta eins og þessi 4 tilvik sem við erum með hérna að þá er ég búinn að skrifa í raun node.4 sinnum, ég er búinn að skrifa þetta allt tvisvar og ef við berum þetta bara saman við þennan syntax sem hérna þá þetta nákvæmlega það sama sem að gerast. Við ætlum bara að slökka á ESLint svo þetta sé ekki svona rosalega aggressíft í andlinu á okkur. Svona. Að þetta í raun bara til að spara okkur skrif og verður í raun aðeins einfaldara svona að horfa á það þegar við skiljum hvað það Af því að áður þá þetta svolítið kannski ekki alveg augljóst hvað að gerast. En það sem að gerast bara að það verið að taka hvert af þessu hérna og taka það út úr þessum object og búa það til sem breytu sem þá skilgreind með const eins og hér. Svo ef við viljum búa til object, þá get ég sagt bara eitthvað object og þá nota ég þessa curly brackets og svo segi ég name, Óli og þá þetta orðin object sem inniheldur þetta key value pair hérna, þar sem að lykillinn eitthvað gilt breytuheiti í JavaScript og gildið bara eitthvað gilt gildi í JavaScript. Þannig að þetta getur verið nafn eða strengur, þetta getur verið tala, þetta getur verið boolean, þetta getur verið annar object. Þannig að svona getum við búið til hlut sem að í raun representar flókin gögn á svona tiltölulega læsilegan og góðan máta og þetta hérna í raun það sem við höfum verið að sjá þegar við erum að vinna með þetta package.json
Þegar JSON í raun bara að nýta sér þetta object skilgreiningu úr JavaScript með nokkrum reglum. Það er aldrei, það er alltaf strengir sem heiti og það er alltaf tvöfaldar gæsalapir og það má ekki setja ákveðingildi eins og undefined eða scientific notation og tölur, en annars þetta eins og objektar í JavaScript. Þannig að með objektum getum við geymt mikið af gögnum saman bara í einni breytu og sendið á milli. Í staðan fyrir að vera með margar breytur þá hjúpum við það saman í object. Og þarna þetta ekki eins og object erum að vinna í Java, þar sem við erum í raun með eitthvað klasarit sem við erum búin að skilgreina eitthvað að vera og svo búum við til instance á því með object. Þarna búum við bara til objectinu og við getum bara skilgreina hvernig sem við viljum. Og það skiptir engu máli hvað, svo lengi sem við fyllum og uppfyllum bara þessar reglur, að þetta alltaf bara heiti og svo eitthvað tvípunktur og eitthvað JavaScript gildi. Síðan hitt sem við erum með hérna eru fylki og fylki eru svipuð, ég get sagt eitthvað svona og þá nota ég svona square brackets og það eru bara raðaður listi af gildum og aftur þarna geta gildin verið hvaða leyfilega JavaScript gildi sem er. Þannig að það getur verið tala, boolean, strengur, annað fylki, object af fylkjum, alls konar. Og þegar við erum með þetta þá getum við notað ídranir til þess að fara í gegnum fylkin eins og við gerum hérna. Þannig að við erum að fara í gegnum einhver fylki af child nodes, nema hérna eru child nodes ekki alveg fylki. Eins og við sjáum hérna, að þá stendur hérna að þetta er node list og node list er sérstakur gagnastruktúr sem er skilgreindur í DOM-inu sem er þannig að ef að ég núna fjarlægi einhverja nóðu þá myndi breyta sem myndi vísa inn á node list uppfærast á sama tíma. Þannig að þetta er breyta sem fylgist með því hvernig DOM-ið haga sér og er svolítið svona skrítin gagnastruktúr þegar maður er að vinna í JavaScript af því að hann er öðruvísi en fylkin. En við getum breytt í venjulegt fylki með því að segja hérna array.from og fáum það út úr þessu fylki. Þannig að við erum með þetta hérna og við segjum array.from slöknaði þessu og þá sjáum við að við fáum hérna node list og svo fáum við array. Þá er búið að fjarlægja einhverjar breytur hérna sem eru til dæmis kommentið og eitthvað meira, þannig að við fáum í raun færri stök, við fáum bara stökin sem eru hægt að vinna með sem gildi í fylkjum. Ok, þannig að þetta er alveg nokkur hugtök. Við erum með DOM-ið, við erum með objects og við erum með array. Og þetta er það sem við munum nota í verkefni á það. En áður en við höldum áfram að skoða dæmi, eitthvað sem er óljóst á þessum tímapunkti? Þetta er svolítið mikið og ég vísa í MDN sem svona ég ætla að fletta einhverju upp. Þá er bara hérna leitargluggi sem þú getur notað. En síðan er farið yfir þetta náttúrulega í bara þessu námsefni sem við erum með hérna sem er nú eitthvað að standa á sér. En það er ekki beint kannski allur listinn tekinn saman en hann er í raun hann hægt og rólega safnast saman eftir því sem við förum yfir þetta. Þannig að í fyrirlestrum hérna, í þessu, þar er farið yfir hvað þetta er og aðeins nánar og hvernig þetta tengist, bara dýpra í þetta sem ég er að segja ykkur núna. Þannig að þetta er mikið, en það er bara að skoða þetta og nota þetta til þess að sjá hvað er hvað. Það er svo erfitt að tala um þetta í einrúmi, af því það er svo margt sem tengist þessu.
Ok, þannig að við getum gengið í gegnum þetta tré og eitthvað svona, en oftast þetta þá að við viljum finna eitthvað ákveðið element og gera eitthvað við það. Og þá getum við verið með alls konar útgáfur af því hvað við viljum finna. Viljum við finna þetta hérna halló, eða viljum við finna nákvæmlega þetta hérna heimur, eða viljum við finna alla þessa hérna, allt þetta element, eða hvað. Og þá getum við nota get element by föllin, en við viljum alltaf nota query selector og query selector all. Þetta hérna eru svona gömul föll sem að finna fyrir okkur element, en query selector all hefur þann kost að það nýtir bara CSS selektora til þess að finna element. Þannig að núna kunnum við CSS selektora, þannig að ef við viljum finna eitthvað ákveðið, þá getum við sett inn einhvern selektor hér og við fáum þá annarkvort null ef að viðkomandi element fannst ekki, eða fyrsta elementi sem fannst eftir dýft, og þá er leit þegar við vinnum með svona tré struktúra, þá erum við annarkvort að tala um að við förum á dýftina fyrst, eða depth first, eða breadth first, sem því þá byrja ég á því að skoða öll fyrstu börnin og svo tek ég fyrsta barnið og öll börnin þess barns og fer þannig í gegnum allt, eða byrja á því að fara fyrsta barn og fyrsta barn þess barns, fyrsta barn þess barns, alveg þannig til að það er ekki fleiri börn, fer svo upp og aftur endurtek leiðina, þannig að fyrir dýftina eða breiddina. Og ef við notum query selector, þá fyrir við á dýftina fyrst, en ef við viljum bara finna öll element sem passa við einhvern selector, þá getum við notað query selector all. Og það skilar þá fylki af elementum. Þannig að við höfum þetta og við getum fundið eitthvað hérna. Við erum með einhver div, með einhverjum class og inn í þessu er einhver p og segjum svo við vildum finna bara öll p. Þá getum við sagt ps jafnt og document, og document er þá breyta sem að er bundin við þetta window sem við höfum, sem er bara vafrinn okkar, sem veitir okkur aðgang að trénu, að body. Þá getum við sagt query selector p, við segjum bara fyrst ætlum við að finna fyrsta p-ð og þá fáum við eitthvað tilbaka, þá er það þetta p hérna, en ef ég segi all, þá fæ ég tilbaka þennan node list sem er þá vísun í öll p í skjalinu. Síðan vil ég finna eitthvað sem heitir foo og þá fæ ég tilbaka div sem er með class foo af því að ég notaði punkt til þess að fá eftir class. Eða ef ég vil finna eitthvað eftir id, þá nota ég hérna og fæ þá tilbaka það element. Og ef ég nota query selector all og það er bara eitt element, þá fæ ég fylki sem inniheldur bara eitt element. Og ef ég leita einhverju sem er bara ekki til, þá fæ ég annarkvort tóma fylkið þegar við erum að nota query selector all, eða ég fæ null ef við erum að nota query selector. Þetta notum við til þess að finna eitthvað element, til þess að geta þá gert einhverjar breytingar á því. Já, þá allt elementið er það bara, þú veist, ef þetta væri fú eitthvað, síðan annað sem heitir fú eitthvað annað, en þú skrifa fú, myndir á þau fylgju, eða myndir bara á það sem er bara fú. Þannig að hérna er ég með, segjum svo, ég ætla bara að finna div, bara, þá query selector div finnur fyrsta sem er hérna og það er ekki, það er hér, þannig að þá skoðum við, það er ekkert div, það er þetta hérna sem finnst fyrst. Það myndi ekki taka bar, eins og það var hérna líka. Þetta hérna? Já. Nei, út af því að það fer bara og leitar á dýftina fyrst og þá finnum við bara, ég fann það sem þú baðst ég skila því.
En ef ég seti query selector all, þá finnur hún bæði. Eða þá bara öll. Þá get ég átt við það, sem svo ég myndi vilja breyta þeim öllum í að setja eitthvað nýtt efni inn í þau eða eitthvað. Þá get ég gert það. En þá í raun inniheldur þetta samt sem aður. Og þá get ég gert hérna, ef ég vil fara inn í fylkið, þá get ég sett bracket 0 og þá fæ ég fyrsta stakið. Og þá fæ ég bara divið og get opnað það og skoða hvað inn í því. Og það bara divið og allt sem, það vísar bara í það og allt sem inn í því. Þannig þá get ég inn í það, get ég síðan áfram spurt hvað inniheldur þú. Þannig við sjáum að það inniheldur eitthvað P sem inniheldur eitthvað span. Þannig ég vil finna öll þá get ég fundið út frá því all element sem eru innan þess sem ég fann. Þannig að við getum í raun alltaf verið að hugsa þetta þannig að við erum með eitthvað tré og ég vel eitthvað hlut tré, eitthvað part af því og þá er ég komið með aðra nóðu og þá get ég spurt innan þessara nóðu get ég fundið eitthvað annað. Þannig að við getum alltaf nota þessi föll aftur og aftur til þess að finna nákvæmlega það sem við erum að leita að. Síðan ef við viljum gera einhverja breytingar, það sem að við viljum yfirleitt vera að gera. Við erum með eitthvað vefforrit sem á að bregðast við einhverju. Og þá getum við fundið hérna og hérna getum við fundið í raun bara allar þessar málsgreinar bara með nth child. Þannig að við finnum bara fyrstu til fjórðu setningarnar. Og svo getum við gert breytingar á því. Ég get tekið og breytt röðuninni. Ég get fært einhverja setningu inn í aðra setningu og ég get bara hreinlega fjarlægt einhverja aðra. Þannig að ef við keyrum þetta dæmi og þá sjáum við hérna að það sem að birtist fyrsta önnur en ef við gerum view source hérna þá sjáum við að það hérna fyrsta önnur þriðja fjórða bara alveg eins og var í hérna hérna að það sem að gerist þá að þegar við opnum vefinn þá keyrir JavaScript forritið og JavaScript forritið gerir þær breytingar sem við tilgreinum sem þá sér í lagi þær að breyta domminu. Þannig að þá sjáum við að hérna dommið allt í einu orðið annað en það sem við sjáum í source-num. Þannig að JavaScript forritið okkur búið að keyra og breyta vefnum sem birtur. Þannig að búið að fjarlægja eina málsgrein, það búið að taka málsgrein og færa hana inn í aðra málsgrein. Önnur málsgrein fór inn í fyrstu málsgrein og þriðja málsgrein fór fyrir framan fyrstu málsgrein. Þannig að þetta breyting á því sem við vorum með áður. Þannig að forritið okkur búið að keyra og breyta HTML-inu. Og síðan hérna vil ég búa eitthvað til. Þannig að ég get búið til HTML-element. Og þá í raun hér skilgreint bara skref fyrir skref að búa til form sem inniheldur label og input og taka. Þannig að við byrjum á því að segja búðu til form og þá fáum við tilbaka eitthvað form element sem bara stendur eitt og sér, ekki tengt við neitt. Þannig að við gerum hérna console log form og þá fáum við bara eitthvað form og það bara eitthvað element sem til staðar. Síðan setjum við eitthvað ákveðið attribute, þá erum við með aðferðir eða methods á þessum object sem var til þegar við kölluðum í document.createElement. Það segir set attribute og þá þetta bara eins og við myndum skrifa attributeið. Eins og ég myndi skrifa form, action, method. Þannig að það sem þessar hérna þrjár línur gera í raun að búa til þetta element. En það býr bara til þetta element, það gerir ekkert við það. Þannig að við þurfum síðan að segja hvar á þetta element eiginlega að vera. Þannig að við þurfum í raun að setja það einhvers staðar inn í tríið sem við erum að vinna með. Og sama gildir síðan hin elementi sem við búum til. Við búum til eitthvað label hérna sem með for attributinu sem vísar í eitthvað search field. Við búum til þetta input sem með ID search field, þannig að það tengist hérna. Við segjum að það sé required
og required bara sett sem stakt, það bara svona boolean gildi á HTML-inu og þá setur það bara gildið true. Svo erum við með takka og takkin á að innihalda texta sem á að standa leita og þá búum við til textanúðun að leita og setjum það inn í takkan og svo setjum við takkan inn í formið og inputið inn í formið og labelið inn í formið og svo setjum við formið inn í document body. Þannig að þá fáum við þetta og ef ég inspekta að þá fæ ég HTML-ið hérna. En ef ég gerir view source eða skoða þetta, þá er ekkert HTML hérna þegar ég byrjaði. Ég bjó þetta allt til forritunarlega, eða bara með forriti og sett þetta síðan inn í DOM-ið. Þannig að við getum tekið þennan kóða og farið bara á einhvern veginn eins og HI. Við getum bara keyrt hann hér og við fáum sama form hérna á vefnum. Þannig að við erum búin að bæta þessu við þarna því að þetta er bara DOM og HI-vefurinn er bara HTML og þessi DOM og við getum átt við og gert eitthvað hérna. Þannig að við getum alveg verið hér og sagt document.query selector P og fengið eitthvað P eða fengið öll P og unnið þannig og fundið í raun efni á HI-vefnum til þess að gera eitthvað við. Þannig að vefforritunarnir sem vinna allir með þess á HI-vefnum eru með þessa leit hérna að hérna er hugsanlega verið að búa til eitthvað DOM og verið að injecta í DOM-ið þessum hérna lista sem ég geti síðan farið hérna yfir og valið og þá fyllist út í og þarna er verið að nota þessa DOM-ið til þess að breyta vefnum. Svo erum við nánar attribute og kannski sjáum við líka hérna, þetta er svolítið mikið sem við þurfum að skrifa til þess að búa til þessi element okkar. En það er hægt að gera þetta, við getum búið okkur til einhver svona hjálparföll. Þannig hérna getum við búið okkur til hjálparfall sem tekur bara inn við einhverju elementi sem á sér eitthvað nafn og einhver börn og við getum búið til eitthvað svona abstraction ofan á það. Þetta sem við erum búin að gera ofta þegar við sjáum að þetta er ákveðið pattern sem er alltaf verið að gera. Alltaf verið að búa til elementið og það er verið að appenda einhverju inn í elementið. Og þá getum við gert svona og þá fáum við einhvern veginn svona eitthvað tré líki hérna. Það sem við sjáum í raun að þetta er rótin okkar. Hérna fáum við barn og svo fáum við annað barn og það barn á svo 3 börn. Og ef við skoðum þetta, að þá fáum við bara hérna div sem er með p, sem er ul, sem er li, sem er li, sem er li. Og ef við gerum eitthvað flóknara hérna, þá get ég jafnvel sagt el já, svona. Þá fæ ég þetta. Þá út af því að ég sett ekki bil á milli, þannig að þá koma þessi element bara hérna beint við hvort annað. Þannig að þá var ég hérna í smá vandræðum. Hvernig á ég að gera span sem er með bili hérna á milli. Þá fæ ég bil, eða hvernig vill ég í raun útfæra þetta. Og þá í raun er þetta bara sömu spurningur ef ég væri að búa þetta til í höndunum, skrifa þetta bara HTML-ið. Að við þurfum að passa upp að það HTML sem við búum til sé eins og það er reglur sem við höfum sagt. Það sé merkingafræði í því, það sé aðgengilegt og að það sé í raun að fylgja reglum HTML. Að það segja eins og svo að þú væri með forrit þar sem að ég myndi vilja vera með takka sem myndi segja hérna bættu við nýju atriði á to-do listan. Og þá bæti ég honum við út frá því að vera með eitthvað input þar sem ég skrifa eitthvað inn og þá bý ég til elementi og bæti því við listan. Eða þú væri með eitthvað spjallforrit þar sem þú viltir geta skrifað eitthvað og ég skrifa eitthvað, íta á enter, birti ég það í þínu, þá þarftu reyndar að vera með einhvern vefþjón sem að síðan tekur við spjallið frá okkur öðrum.
en það það fyrsta sem þú gerir. Þú birtir eitthvað þarna. Þannig að þú ert í raun að búa til forrit sem breytir og bætir við HTML-ið, DOM-ið sérstaklega, til þess að sýna fram á eitthvað hafi gerst. Síðan höfum við leiðir til þess að bæta við einhverjum svona gögnum og þá getum við nota dataset sem að býr þá til data attribute sem þá data bandstrik eitthvað af því að stundum viljum við geyma einhverjar upplýsingar á elementunum okkar. Við getum átt við stíla með því að gera style eitthvað en þetta í langflestum tilfellum ekkert rosalega góð leið til þess að eiga bara svona almennt við stíla. Það mun betra að nota bara CSS eins og við erum búin að læra og skilgreina þá eins og þennan hérna stíl sem á að vera einhverjir pixla, border og eitthvað padding og einhver litur og finna elementið og bæta við með classlist því þeim klassa sem á að setja á. Þannig hérna erum við með eitthvað box og við segjum bara hérna classlist.addBox og þá fer það á boxið. Við skoðum hvernig þetta kemur út. Þá fáum við 2 box sem eru alveg eins. Nefnum við inspektum þetta þá sjáum við erum með svona inline stíla hérna á meðan þetta hérna bara með second og box og þetta classlist hérna leyfir okkur að bæta við og breyta. Þannig ég get sagt remove second toggle foo. Þá gerir þetta og þá fjarlæði hann þetta second, bætti við box og togglaði foo. Þannig ef foo hefði verið til staðar þá hann fjarlægt það, ef það var ekki til staðar þá bættum við við. Síðan getum við átt við texta inn í elementum með því að nota text content yfirleitt, nema það sem að gerist þá í rauninu við fáum ekki HTML elementin af því að þó svo við sjáum hérna við erum að setja eitthvað sem lítur út fyrir að vera HTML þá erum við samt sem að vera að vinna með þetta sem streng og þá ef við setjum þetta inn og þá fáum við þetta bara sem streng sem þá bara strengurinn þetta en ef við setjum inner HTML það sem að gerist þá í raun að vafrinn tekur þetta og reynir að túlka strengin sem við setjum inn sem HTML þannig að þetta leið til þess að búa til alveg flóknari HTML svona, en þetta afskaplega hægt og ekki ráðlegt að nota almennt. Síðan getum við spurt stærðir og ég ætla nú ekki að fara sérstaklega við þetta hérna. Við getum látið vefinn okkar verða hæga með því að spyrja oft stærðir og við getum gert hérna, þannig að seinast sem við tökum bara að taka dæmi þá hvernig við getum þá búið til eitthvað þar sem við erum með einhverja mynd og hérna erum við með einhvern kött og kötturinn ferðast síðan okkar eftir einhverjum ákveðnum reglum þannig að við erum bara að færa köttinn út frá einhverjum hornaföllum við erum að segja hversu mikið anglið hversu mikið í raun án að vera að hreyfast og þá getum við nota þetta request animation frame til þess að fá hvað tíminn okkar, hvað seinasti tíminn og út frá því getum við reiknað eitthvað horn sem við getum síðan sett inn í eitthvað hérna til þess að breyta staðsetningunni á síðunni. Þannig að þetta náttúrulega þarf ekkert að skoða eitthvað sérstaklega nánar nema þannig við bara taka svona mjög langt stökk yfir í það hvað hægt að gera síðan þegar við erum búin að finna þessi element og höfum forritunar tækifæri til þess að láta hluti gerast og hreyfast og vera skemmtilega á síðunni. Þannig að þetta eru dæmi DOM-ið. Við taka okkur pásu og fara svo aðeins yfir eventa og modula eftir svona 10 mínútur. Byrja aftur 10 mínútur í.